Já, eins og ég sagði áðan að þá ætlum við að núna fara í mynd og hand eins og var kallað. Það hérna myndlist og handíðaskóli Íslands eða hvað? Já. Já, ég veit það. Og hérna Davíð Ólafsson, sagnfræðingur sem hefur skrifað söguna ásamt Arndísi S. Árnadóttur sem fallin frá meðan þið voru að vinna þetta. Heyrðu, þetta hérna kannski kemur hann á óvart þegar maður að skoða þessu sögu. Hvað tekur langan tíma að búa til eitthvað sem að einhvers virði er? Já, þessi sköpun að segja þessa skóla margir áratugur. Já, og þetta þetta er löng saga og það mikill aðdragandi og þetta er hann gengur mjög hægt í raun og veru að verða svona rótgróin eins og við þekkjum hann, þannig að þetta er margbrotin saga, þetta er margir þættir, margir kaflar í þessari sögu, margvíslegt hlutverk sem skólinn hefur og kannski eitt af þessum einkennir nú sérstaklega kannski fyrri helmingin, það er þessi svona aðlögunarhæfni Lúðvíks Guðmundssonar sem var stofnandi og fyrsti skólastjóri. Hann svona verður fyrir alls konar truflunum og áföllum í þessu og hann svona lagar sig einhvern veginn að því og lagar skólan að bara kröfum samfélagsins og það sem hann sér tækifæri. Já, sumlegt það eiginlega þráðurinn sem svo merkilegur í þessu. Þetta ekki skóli sem að sprettur úr höfðinu okkurum eða einhver sér fyrir sér að þetta verða. Ekki hvernig verður, sko. Þetta skóli sem einhvern veginn, ég vann eins og með manni sem var með fransan það ekki til góðar og slæmar hugmyndir. Þetta hugmyndir sem gerðar góðar og slæmar. Þannig þetta eiginlega dæmi hugmynd sem gerð góð, eiginlega þvert á svolítið í sigla móti myndi. Já, og kannski einhverju litum að segja hún verður betri heldur en hún var í upphafi. Já. Þar sé hún verður breiðari og kannski nær því sem að við þekkjum svona frá seinni áratugum. Já. En svo skólinn ekki til lengur? Nei. Og það er líka stór hluta þessari sögu því að sá prósess er svo hægur. Það tekur kannski 25 ár frá því að menn svona sjá fyrir sér að listaháskóli að vera til og ég var stofnaður og þangað til loksins gerist og það tekur margar ráðherra og margar rektora að koma því í gegn. En það þróun sem að flest allir vildu. Já, einhverju leyti, sko. Og hugmyndin sem sagt sameinan listaháskóla, hún er ansi lengi að malla áður hún verður að raungerist. Og ég held að það svona almennt verið svona meiri hluta stuðningur svona í kannski bara listalífinu og skólalífinu, en svo voru náttúrulega alveg til fólk líka sem fannst bara þessi skóli eins og hann var vera bara rétta mótilið, mætti kannski færast upp á háskólastig en ætti ekkit endilega að blanda saman tónlistarskóla, leiklistaskóla. En þetta með að færa námið upp á háskólastig, það breytir náttúrulega svolítið náminu. Það eru akademískt nám á meðan að þetta byrjar að vera svona nærði að vera bara iðnnám og þú ert bara að æfa þig undir leiðsögn meistara og þeirra sem hafa komið lengra og þú ert ekki í akademísku námi. Nei, ekki að skrifa ritgerðir. Nei, en það sem kannski akademist við skólum frá upphafi, það er þetta kennarnám sem þar. Og síðan tekur kennaraskólinn eða kennaraháskólinn við þeim deildum, flestum, svona upp úr 1900 og milli 50 og 60. Og þannig að það er svona bóklegi hlutin frá upphafi liggur þar í kennarnáminu og svo er verklegi hlutin náttúrulega smíðar og handavinna kvenna og myndlist. Og í upphafi, þetta er mynd og hand, en það enda náttúrulega að vera myndlistaskóli, meira að minna. Það er náttúrulega hönnun þarna. En fyrst var svona hugmyndin að það væri svona handmennt, hvað getum við kallað það? Já, og fyrst heitir hann handíðaskólinn, bara. Og í fyrstu 2 árin og þá fyrst og fremst áherslan á handíðir og handíðakennslu bæði fyrir drengi og stúlkur. Svo kemur Kurt Sýr
ráðinn, þýskur myndlistamaður og pedagóg ráðinn að skólanum og hann svona bætir svolítið í myndlistarhlutan. Svo lokast Norðurlöndin fyrir myndlistarnemum, þannig að þá svona ítir það undir það að myndlistarhlutin eflist og fólk sem ætlar sér að læra myndlist fer bara í handíð- og myndlistarskólan eins og hann heitir þá. Og svo þegar hann missir síðan þessar kennaradeildir, þá fer Lúðvík aftur að leita í listiðn og listiðn hönnun og þessa hluti. Og svo aftur síðasta skeiði, þá er hún eiginlega skipt í tvennt, þar að segja myndlistardeild og listiðnadeild. Þannig að þá er aftur orðin svona tvíhöfða skóli. Já. Og hvað var þá í myndlistadeildin og svo var það listiðnaður? Já. Hvað var kennt í þarna síðasta skeiðið? Já. Það var bara grafísk hönnun og þannig hlutir. Já, var ekki bara fyrst og næst það? Jú, ég held að eina sem ég man eftir, það komið yfir tíma sem ég man eftir. Já, ég man bara eftir krökkur sem voru í grafísku hönnun og svo bara í nýðstadeildinni. Já. Og svo málarandi, þeir voru ekki margir þá? Nei, en það var svona... Þeir voru deyjandi út? Þeir voru svolítið á undanhaldi, svo kom nýja málverkið og þá spruttuður upp aðeins. Já, spertist svolítið á þeim brjóskasinn. Já. Tolli og Helgi Þorgils og ýmsir sko. En það var einhvers konar hönnun. Það var til dæmis satt frá því þegar nemendur skólans fara í norræna hönnunarkeppni svona vistvænan bíl og vinna þá keppni og þann bíl held ég hægt að sjá á hönnunarsafninu. Hann svona lítur út eins og gömlu, svolítið eins og Apple-tölvurnar frá 10. áratugnum, ef maður stættir einu sem bláu svona kúftu, leit svolítið þannig út sko. Svolítið svona framtíðar stemming. Já, svolítið, þannig að það var líka leikmunir í framtíðarmynd sem var tekin upp 1970. Já, svona retro future. En þannig að það var líka svolítið hönnun í gangi og meira að segja sko, á meðan skólinn er að bíða eftir að komast að háskólastig, þá náðu að taka þátt í evrópsku verkefni nám á mastersstigi og ná einhvern veginn að vera sko á svona framhaldsskólastigi á Íslandi en þáttakendur í mastersstigi í Evrópu. Þannig að þetta er alltaf töluvert vesen fyrir skólan og hann er alltaf að berjast fyrir þessu að alltaf þetta vesen að koma nemendum inn í sem hefur klárað MHÍ koma þeim í masternám erlendis. Við getum verið að fengið þá sem að þekkja sögu kvikmyndaskóla Íslands sem myndu segja svona við allir sem þú segir. Þetta er mjög sambærileg saga nema það að þessi skóli lifði af en hinn dó. Og það, við vorum svolítið að fjalla það þegar velta fyrir okkur svona hvað verðmætið það væru þegar svona skóla er bara lyft að deyja eins og að þarna séu ekki raunverulega svona verðmæti og manni fannst það vera svona full svona kærulust og djarft hjá skólayfirvöldum að leyfa þessu bara að deyja og þær raddir er alveg til sko þegar MHÍ er lagður niður að þarna sé verið að henda út gluggan barninu með baðvatninu sko. Og það sé bæði skólakúltúr og eitthvað sem hefur virkað lengi farið út og hverfi inn í eitthvað svona stærra samhengi sem að kannski hugnaðist ekki öllum. Nú varstu að skoða þetta. Hvað skoðun hefur á slíku? Hvaða verðmæti liggja í svona samfélagsverðmæti? Svo þá er samfélagi í samskiptum milli fólks og annað slíkt sem að verður til ef við þekkjum það getur verið einhverju vandamál á einhverju vinnustað og þú getur skipt öllu fólkinu út en vandamáli halda áfram. Þetta er raunverulegt fyrirbrigði sem er eitthvað svona innanhúskultúr. En þetta er náttúrulega bara svona sígilt held ég vandamál og deilumál sem tengist bara til dæmis sameiningu stofnana. Að þú veist, einhvern veginn eru það
svona burðugri einingar og svona í prinsipinu þá myndum að trúa því að það væri alveg hægt að styrkja hluti með samleiðinni, en það náttúrulega líka eins og þú segir, það er einhver kúltúr, það er einhver hefð sem að fer hverfur með þessu og svo það náttúrulega spurning hver er samfellan og maður sér það til dæmis að það fer náttúrulega mjög mikið af MHÍ nemum fyrirverandi inn í listaháskólann, sérstaklega í hönnunina og grafísku hönnunina og myndlistina og það er náttúrulega þannig að það fer alveg með ákveðin kúltúr og svo kannski einhverjum sem segja, þú veist, úlosið við einhverja óminningu líka í leiðinni, þannig að maður geta líka hort á þannig að þessi var hrist af sér eitthvað sem var kannski að þælast fyrir en ég svona tek enga sérstaklega afstöðu til þess út frá mynd og hand Þetta er flókið, ég held að sé til ég vil að kenningar til þessi samningu fyrirtæki að borgi sér bara að láta annað fyrirtæki vinna hitt það sé eiginlega vonlust að láta tvenns konar kúltúr renna saman. Já, er það ekki oft reyndin líka? Maður sér þetta bara sveitafélaga. Já, maður sér þetta bara nöfnunum líka, það er, þú veist. Það er annar hópur sem vinnur. Já. Herðu, en þetta er löng saga. Hvað hvaða vægi hafði hand- og myndlistahandaskólinn í þróun íslenskra myndlistar? Svo ég skellti nú einnig léttri á þig. Já, ég held að hann hafi eða ég eiginlega gef mér það að hann hafi haft mjög mikið vægi og kannski tek það fram svona svo sé alveg hreinu að í raun og veru var það alveg hreinu þegar við vorum að bæði skrifa þetta og ganga frá þessu að þetta veri ekki listasaga. Og það er ekki mitt svið og var ekkit og listasagan náttúrulega nýbúin að koma út í fjölmörgu bindum og þannig að það er svona ákveðin bakgrunnur sem að er hægt að spegla þetta í en ég held að bara ef maður horfir á fólk sem hefur bæði stundar nám þarna, hefur kennt þarna, hefur stýrt skólanum þá hafa hann haft bara mjög mikil áhrif. En náttúrulega persónulega áhrif á þá sem kom og lærðu þarna, því að þetta er náttúrulega bara hliðið inn í það sem að fólk velur sér að gera í lífinu. Og svo náttúrulega bara straumar og stefnu. Já, það lítur mann að metta það. Stundum getur maður að sé fyrir þessi skóla sem er framarlega og ítir undir. En maður getur líka að sé fyrir þessi skóla sem eru heftandi. Já, og ég meina hann er örugglega eins og bara svona stofnanir eru. Það eru stundum progressívar og stundum afturhaldsamar og sumir eru eins og birtist náttúrulega í þessum allræmdu átökum 8. áratugans að sumir leggja áherslu á bara svona mjög hefðbundið grunn. Þú þarft að byrja á teikningu og módelteikningu og litafræði og allt þetta og svo getur þú farið í einhverja hugmyndavinnu þegar þú ert búin að læra þetta og svo Við að tala áðan klassika tónlist og þá myndist ég á ummæli fiðlukennara í Odessa sem að sagði það að ég reyni að kenna nemendum mínum alla þá tækni sem þau þurfa á að halda fyrir 5 ára. Svo getum við farið að fjalla listina. Já, þurfti ekki meira. Þú getur ímyndaðir hvað var tróðið í krakkana. Já. Það eru sumir sem að segja að þú verður bara að ná tökum á allri tækni áður og þú sért báðlur. Það var einhvern tímann þessi lýsing að það þurfti að eyða 2 árum í að læra að teikna naglbít og við komandi þótti það náttúrulega ekkit sérstaklega aðkallandi en það verður náttúrulega rosalega átök þetta og raunur bara líka mörg bara efnisins og efnisnotkun og þú veist er listvefnaður, er það list er hljóðskúlptúr, er það myndlist eða er það eitthvað annað, þannig að allt þetta og kennslufræði og allt fer náttúrulega mikið flug þarna eins og annar stað frá lokum 7. áratugarins og inn í 8. Og átök í kringum skólastjóra eins og Einar og Hildi. Já.
bara ansi hatrum svona. Já, og það er rosalega Ekki verið að vanda fólki í kveðjunar eiginlega. Nei, og maður sér þetta náttúrulega bara, það er til þess byrt svona safn af úrklippum frá svona 77-78 sko. Og það er bara eins og það hefði verið mest umtalaða máli í íslensku samfélagi. Það var bara ástandið í mynd og hand sko. Þetta er svo anstekkilegar presskostningar, það var svo persónulegt oft. Í svona minningunni. Já, einmitt. Og og náttúrulega, já. Er þetta svona fjöreggið sem er verið að ég veit ekki, það er náttúrulega þessi frægi frasi sko, af hverju eru átöku akademíu svona hatrömm sko, það er því að það er svo lítið í húfi the stakes are so small er sagt sko, en þú veist, ég meina það er náttúrulega heilmikið í húfi en ég meina þetta er náttúrulega bara stóri karakterar og náttúrulega opbúrslegu umbreytingatími, bara allur svona einhvern veginn valdastruktúr og hvernig menn horfa á bara samspil kennar og nemenda og allt þetta er svona náttúrulega rosalegu róti sko þarna. Kannski líka bara tilvistarlegt svona hugmyndur það hvort að við byggjum framtíðina á fortíðin einhvern veginn sem svona kjöli eða hvort að við getum bara samið framtíðina. Já, og svo kemur náttúrulega kvennarhreyfingin og það allt saman sko og Hildur náttúrulega kemur þarna á svo áhugaverðum sko tíma því að hún svona saminar þetta kom með sko feminisman og svona nýja sýn einhvern veginn á bæði skólamál og kennslu og myndlist almennt sko og kom frá vefnað spilar á vefstólinni svo bara rockljóðari og búin að vera í Bandaríkjunum á 7. áratugnum og vakningatímum og það er þessi uppáhaldslína sem hún sagði einhvern veginn í viðtali, það var og sagði ég var búin að vera í Bandaríkjunum, ég hafði séð framtíðina og þarna og það er svo áhugavert að hún er að skipuleggja í raun og veru, hún er að teikna upp sko rauðsakarhreyfinguna struktúrun á henni á sama tíma hún er þarna þannig að hún svona fer með þetta skema á milli eina sko og gerir hvort ekki sem listamaður af svona innsæi og það hún hefur sýnt þessar skissur sem eru eiginlega af rauðsakarhreyfingunni þetta var á stóru sýningunni þetta eru myndlistaverk og það er svona byggt á svona innsæi það er ekki bara verið að breyta til þú getur ekki náð utanum þetta með svona hefðbundu skipuriti Nei, það þarf alveg að umbylta sjónarhóttinu sko og Það var hiti kringum hana og eitthvað þetta pólitískur pólitíki kom líka þarna eitthvað sko og svona Kalda stríðið kannski í einhverju liti sko ég bara einlega þekki ekki sko nákvæmlega ég þekki hennar sögu bara úr hún tekist náttúrulega bæði inn í kvennarhreyfingun og inn í umhverfishreyfingun og allt það sko og vinstrihreyfinguna en sko annars einhvern veginn hafði ég bara rosalega litla tilfinningu fyrir hvar þeir þræðir lægju sko í þessari sögu ég var einhvern veginn lítið að velta því fyrir mér Hverju varstu að velta fyrir þér? Hverju var ég að velta fyrir mér? Það er svona kannski meira þessi svona menningapólitík og svo er þetta náttúrulega bara að hluta til er að því þetta er verks ég er ráðin í á sínum tíma og þá er maður náttúrulega svolítið að hluta til er maður að skrifa stofnanasögu, maður er rekja helstu nöfn og helstu áfanga og allt það, þannig að maður er svona lítið að maður er minna að hugsa svona persónulegt argument heldur en kannski ef maður veri að gera það alveg eigin vegum en sko sérstaklega þegar ég er að skrifa svona fyrsta hlutan af þessu þá er ég mjög svona upptekinn af svona þessari forsögu og þessu upphafi
það er svona tekur svolítið og hún verður svolítið svona framþunga að því leiti sko og mér þurfti ég að sleppa sko alveg löngum köflum úr forsögunni að því bara ég var svona einhvern veginn og það er svona kannski einhvern veginn sagnfræðingselementi sko að fara meira í baksöguna og það sem er lengri burtu og hitt er svona, svo verður þetta svona, þú veist, að hlutinni ganga bara svona ár frá ári og hérna og stundum er ekki rosalega mikið að gerast það því að annarkvært gengur ekki upp það sem átt að gerast eða það er bara ákveðin gangur í hlutunum. Ekki vandamál. Já. Hver bæði að skrifa þetta? Það var sem sagt ritnefnd myndlist á Andríðaskólann. Hún var bara stofnuð þegar hann var lagður niður. Já. Þar voru var Guðrún Helgadóttir sem var síðan prófessor á Hólum í ferðamálafræðinni þar. Hún var síðast í skólastjórinn og sagði stundum hún hefði verið útfararstjórinn að því að endalókin hefði alveg verið ráðin og hún fekk þarna eitthvað 1,5 ár held ég til að fylgja honum. Arndís Árnadóttir satt í þeirra nefnd líka og Gunnar Harðarsson heimspekingur. Þannig að þetta er ritnefndin og þannig að ég var á launum þarna í 2 ár held ég þarna í svona upphafi svo kemur svona svolítið langt hlé og flækist í aðra hluti og svo kemur Arndís og segir ég fæ enga friði ef ég hitti fólk þá segir mér aldrei hvar er sagan og þá ákveður bara nú verður við bara að gera þetta og Þetta er svona eins og punktur fyrir alltaf söguna, þessi bók. Já. Það kemur ekki annarbindi. Nei, varla. En og náttúrulega þetta er náttúrulega að því leiti er punkturinn kominn þarna strax 1999 sko. Svo við verðum að tala svona íslenska menningu á 20. öld og hvernig hún mótast og sérstaklega kannski við tónlistarsöguna þá eru áhrif innflytjenda alveg gríðarleg. Á það við sama í mynd og hand? Já og það er þessi saga sem er náttúrulega sko hluta til er þetta tilviljun að Lúðvík Guðmundsson stofnandi hann fer og leitar til Þýskalands, hann hafði svona Þýskalands tengingar, hafði verið þar sjálfur og hafði verið í vinafélaginu Germaníu og fleira og þekkti menn og vantar eitthvað með sér, eitthvað svona yfirkennara eða svoleiðis og leitar hjá kunningin sínum í Þýskalandi og fær bara þetta svar, ég veit hvað ég vantar, hann heitir Kurt Sier og var það bara bráðungur maður og hann kemur inn með sko svona eitthvað sem er alveg eitthvað þvert á Ísland, kemur svona langa, djúpa, evrópska menningarhefð, hann kemur með brúðuleikhúsið, aldagamalt og ýmislegt þannig og hann hefur rosalega mikil áhrif og þeir verða svona mikið tvíeiki eiginlega allan þennan fyrri helming og svo fer Kurt til Þýskalands og er þar nokkur ár og svo þegar Lúðvík verður að hætta sjálfur vegna heilsubergs þá biður hann Kurt Sier að koma aftur og hann er þarna þá á fyrir hluta 7. áratugarins og það er svona þannig að þeir tveir er alveg helmingur af þessari sögu og það er alveg svona stóra frumherja skeiðið og establishmentið og Sier hefur áhrif bæði á þessi fyrra skeiði og svo þegar hann tekur við stjórnskólans þá fer hann virkilega að einhenda sér í að styrkja hann og efla hann sem myndlistarskóla sem síðan Hörður Ágústsson tekur við og Kolli. Inn í þessari sögu er þarna svona 68 kynslóðin eða ekki, það sem var mikið það fyrir hvernig er skólinn og hver á að stýra uppbyggingu skólans, er það kennararnir eða er það nemendurnir? Já, þetta er mitt, það er koma þarna bara
bara í röð, bara 68 kynslóðin og svo pönkararnir og hérna Og taka völdin. Já, ansi mikið sko, það er nú ekki mikið disko þarna en hérna allavega þessi tveir menningarstraumar og hérna mér varst það líka Það var mikil áhrif á skólan. Já. En var þetta svona eins og menningabylting að nemendundi komu og kröfðust þess að fá að stýra eigin menntun? Já, og til dæmis bara þetta að mega setja upp sýningar á meðvert nefandi. Það var verið að berast fyrir því sem var síðan náttúrulega alræmt í hérna leiklistarskólanum seinna, það var þetta framkomum bann sko, ég held að það sé nú það er meira og minna farið. Já, og þetta það var miklu lengur en þetta. Já, það var alveg til sko, fram yfir aldamót sko. Ég man þegar hérna Halldór Geirarsdóttir þurfti að hætta í hérna hljónstinni sinni, risaðlinni út af þessu sko. Það er bara 95, 6, 7 sko. Þannig að það er alveg hluti af þessu sko, að þú átt að vera einbyttaður að eitthvað svona grunni og færni og þú ert nemandi og þú ætti ekki upp á dekk með að vera að setja upp einhverja sýningar, hvorki náttúrulega alls ekki engasýningar en þú veist ekki samsýningar og ekki átt bara að taka þátt í skólasýningunum, þessum vorsýningu og páskasýningu og eitthvað svona. Þeir voru í myndlistanáminu, þeir hlýttu þessu ekki? Nei, það var svona verið að hérna brjóta þessi lönd þarna. Já. Og hafði mikil áhrif á skólan, eða ekki? Jú. En svo settlaðist það náttúrulega þegar pönkarabylgjan og við komum inn í nýfrjálsíu tíman og þá var þetta allt svona penna. Já, en þá er það nú eiginlega held ég komið sko leyfi á þetta að vera sína þó þú sett í námi sko. Ég held að það gangi nú ekki tilbaka sko. En það hefði ekki gengið svona aðrar svona bylgjur eins sterkar og hérna maður er kannski bara eftir að fá mér í fjarlæða á þetta. Jú, það er náttúrulega held ég sko svona kannski þessi svona kaldhæðna kynslóð, ég held að hún sé nú alveg þarna sko mjög spræk líka sko svona 85 til 99 hún er farið svolítið úr tísku, það kaldhæðin er ekki tísku. Nei, það er eitthvað næsta núna postkaldhæðinni. Er það fólk hefur ánægt með þessa bók? Hefur ekki verið að vera við það? Já, bara vona það sko. Það er allavega ég er bara, fólk er að hælinni alveg fram og tilbaka. Já, ég bara fengum tilnefningu til bókmyndaluna sem er bara óvænt og skemmtilegt og ég þarf nú að hrósa hún Hjalti Heiðdal sem var ráðin í myndaritsstjórn aður og hann vann mjög gott verk í því að safna myndum bæði úr svona bara eða svona daglega lífinu í skólanum, ferðalög og skemmtanir og svo leiðis og svo bara skólasögunni og allt þetta, þannig að hann laði líka gott til og umbrots og hönnunar dúóið sko. Hérna eru skemmtilega myndir. Er ferðalagið þarna með Dieter Roth, er það þessu eða? Ég sé úrklippa meðlimum Bruna BB vísað úr myndlista á handleiðarskólanum. Já. Það er Þeir eru að býta haus á hænu, ekki? Já, þeir voru með svona pappírssaks sem það var fræktadri og svo sem ekki innan skólans en þeir voru nú flestir nemendur og voru reknir og svona þannig þetta er eitthvað klárað ekki? Jú. Allavega eru flestið þeirra að hafa unnið við myndlist. Já, og það er skemmtilegt að það eru svona Bruni BB er náttúrulega langt þekktastur en það er alls konar svona tónlistar prójekt sem sprettað upp þarna í skólanum á þessum tíma og Finnbogi Pétursson er svona svolítið guð það er þessa svo var náttúrulega hann var ekki Björn Rót sem var að falla frá daginn? Já. Þannig að það er svona og þeir eru náttúrulega aðgangað þessu stúdíói, hann var með stúdíó Dieter Roth
og balla og það er náttúrulega magnað að þú varst að spyrja svona kannski alþjóðlega áhrif að það er náttúrulega gestakennarar og svona streymi svona að þessu fluxusfólki er ansi magnað á 8. áratugum sko. Þá sérðu hvað árið hver einstaklingur hefur, að hann einhver sem er með svona vel tengdur, hvað hann getur haft jákvæð áhrif á okkar samfélag. Já, og svo að koma inn eins og Guðbergur að kenna þarna og Atli Heimir að kenna þarna eitthvað og þannig að þetta er svona brýtur svolítið niður alls konar múra þessi tíðarandi. Herðu, Davíð, takk fyrir að koma hingað og spjalla aðeins þessa bók, hvet fólk til þess að finna hana og lesa. Bókasöfnum ef ekki vil betur. Kærar þakkir. Herðu, takk fyrir. Herðu, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég ætla að þakka öllu gestur sem hafa hingað komið og Birni Þorláks fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjellsteði fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að horfa og hlusta. Minni á að þið hafi byggt upp samstöðuna. Bara þið hefur byggt upp dreifikerfið til dæmis, bara með því að segja vinum og vandamennu frá efni sem við sjáum hér og ykkur líkar, að þá finnur fólk efnið okkar hér og þar, á Facebook og YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og guðma auðvitað hvað ekki. Það sem knýr samstöðuna áfram er fyrst og fremst sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur. Það er fólk sem telur að samstöðin skiptir máli í samfélaginu, að skiptir máli fyrir okkur að hafa þennan umræðu vettvang og kannski frétta vettvang í framtíðinni. Ef þú ert sömu skoðunar en ef ekki látið verða að því að verða áskrifandi, þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftin. Þú mátt borga mér þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. En það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni, við erum bæði að leika okkur með svona ýmis form af blaðamennsku hérna, en þetta er líka tilraunaverkefni að búa til umræðuvettvang og fjölmiðil sem er í eigu áhorfenda og áheyrenda. Ef þú vilt taka þátt í því, þá ferðu bara inn á samstöðum.is og framhaldið þetta líki augum uppi. En þetta er orðið gott hjá okkur í bili, ég segi bara góða nótt og svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld klukkan 8, þá verður Rauðaborðið. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.